Náskylt alfastigi er hugtak sem heitir p-gildi og þið gætu jafnvel hafa heyrt p-gildi hingað til. Formlega séð er p-gildi líkurnar á því að fá jafn ósennilega niðurstöðu eða ósennilegri og fengin er ef núlltilgátan er sönn. Við hugsum okkur ef núlltilgátan er sönn, ég fer aftur að horfa á kaffidrykkjuna. Ef það væri engin munur á kaffidrykkju kennara og annarra starfsstétta, ég myndi mæla að það væri munur upp á 1,5 bolla á dagameðaltali. Hverjar væru líkurnar á ég hafi fengið þetta 1,5 bolla í mun eða ósennilegra, þá myndi ég segja 1,5 bolla í mun eða enn meiri mun. 1,5, 2, 3, 4 og alveg upp úr. Hver líkurnar á að hafa fengið 1,5 bolla eða stærri ef það væri raun og veru engin munur á kaffineyslu kennara og annarra. Og við höfum þá reglu að ef þetta p-gildi er minna en alfa, þá getum við hafnað núlltilgátunni. Það er að segja ef líkurnar á að fá jafn ósennilega niðurstöðu eru minni en alfa, þá getum við hafnað núlltilgátunni. En ef það er stærra, þá getum við ekki hafnað núlltilgátunni. Og fyrir einhliða próf þá lítur þetta einfaldlega þannig út að þetta er líkindadreifingin sem prófstærðin á að fylgja og munið það er alltaf ef að núlltilgátan er sönn. Ef það væri engin munur og þetta verður líkindadreifingin sem prófstærðin átti að fylgja, ef ég væri að gera einhliða próf og ég myndi fá þetta gildi á prófstærð, þá væri p-gildi væri líkurnar að fá það gildi eða gildi sem er ósennilegra, það er að segja lengur út í halanum, og þá er p-gildi hreinlega flatamálið undir þessari kurvu frá gildinu prófstærðinni og alveg niður úr. Það er sambærilegt eða speglað fyrir stærri próf sem er einhliða. Og ef ég væri með tvíhliða próf, þá var það í raun og veru svipað en þá þyrfti maður að taka raun og veru tvöfalt þetta flatamál. Útskýra aðeins betur næstu glæru, eða þar næstu. Við getum fundið p-gildi ef að við erum í því tilviki. Það er alls ekki alltaf þannig. Það eru til samt slattatilgátuprófum þar sem að prófstærðin ætti að fylgja normaldreifingu ef núlltilgáta verður sönn. Og ef það fylgir stöðlu og normaldreifingunni þá getum við fundið p-gildi bara hreinlega með því að fletta upp í töflu stöðlu og normaldreifingarnar í bókinni, eins og þið eru búin að vera að gera áður. Ef þið þá leitið að gildinu í prófstærðinni í setadálkinum í töflunni, þá er p-gildi hreinlega jafnt gildinu í φ(z). Og svo bara þurfum við að passa okkur að ef við erum með stærri en próf, þá þurfum við að gera 1 mínus φ(z). Ef við erum með tvíhliða próf en ekki einhliða próf, þá þurfum við að passa okkur ef við erum með neikvætt gildi, þá fyrir að því eins og við erum með minna en próf, en ef við erum með jákvætt gildi, þá fyrir að því eins og við séum með stærri en próf, nema við þurfum að margfalda gildið með 2, af því við þurfum að gera ráð fyrir svæði bæði í, eins og hér, bæði í neðri halanum og efri halanum. Þannig ef við erum að fletta þessu upp í töflu, fáum jákvætt gildi, þá þurfum við að fara að eins og við séum með stærri en próf en við þurfum að margfalda með 2. Mjög mikilvæg hugtök þegar við erum að framkvæma tilgátupróf eru villur af gerð 1 og 2. Þetta eru þær villur sem við erum helst að hafa í huga. Villa af gerð 1 er alvarlegasta villa og það er sú villa að hafna núlltilgátu sem var í raun sönn. Munið núlltilgáta lýsir hlutleysa ástandinu. Ef ég hafna henni þá er ég farin að koma með einhverja fullyrðingu. Og ef ég gerir villu af gerð 1 þá er ég að fullyrða eitthvað sem er rangt. Við viljum passa á muniði hvað alfastig var. Alfastig var ef núlltilgátan er í raun sönn, hver eru líkurnar á í fullyrðinni,
Þannig að alfastig er nákvæmlega líkurnar á villu af gerð 1. Þannig að alfastigið á að stjórna eða stýra eða passa upp á það að það sé ekki meiri líkur en svo á villu af gerð 1. Villu af gerð 2 er nátengd styrknum. Villa af gerð 2 er sú villa að hafna ekki núlltilgátu sem var í raun ósönn. Munið ef núlltilgátan er í raun ósönn, þá er í raun einhver munur, en við höfnuðum ekki þannig við gátum ekki fullyrt neitt. Okkur finnst villa 2 ekki vera eins alvarleg vegna þess að í þessu tilviki það var engin fullyrðing gerð. Okkur finnst verra að fullyrða eitthvað rangt heldur en að leyfa okkur ekki að segja neitt þegar við hefðum mögulega átt að geta sagt eitthvað. Líkurnar á villa af gerð 2 eru nákvæmlega beta ef 1 mínus beta er styrkurinn. Munur styrkurinn voru líkurnar á því að geta hafnað eða væri raun munur, svo líkurnar á villa af gerð 2 er akkúrat 1 mínus það. Þetta er oft sett upp í svona litla töflu. Annars vegar með tilvikið þegar núlltilgátan er sönn, þar að segja það er engin munur. Kennarar drekka jafn mikið kaffi og aðrir. Hins vegar þegar núlltilgátan er röng. Kennarar drekka ekki jafn mikið kaffi og aðrir. Hafnaði ég núlltilgátunni, þar að segja fullyrti ég að kennarar drykkju, það var ekki sama magn af kaffi eins og aðrar stéttir. Ef ég hafnaði núlltilgátunni, fullyrti það var munur en það var raun og veru engin munur, þá er ég að gera villa af gerð 1 og líkurnar á því eru alfa. Ef að ég hafnaði ekki og það var raun og engin munur, þá verður að draga létta ályktun og líkurnar á því eru þá 1 mínus alfa. Hitt tilvikið, jú það er munur, kennarar drekka meira af kaffi heldur en aðrir. Ef ég hafna núlltilgátunni þar, þá er ég að draga rétta ályktun og líkurnar á því eru nákvæmlega styrkur tilgátuprófsins. Ef að það var hins vegar munur á kaffidrykkju kennara og annarra en ég hafnaði ekki núlltilgátunni og þá var munur en ég náði ekki að fullyrða það og það er akkúrat þessi villa af gerð 2. Og líkurnar á henni er akkúrat 1 mínus styrkurinn.